Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that Griffin man with the bone. Sure having himself a ball. Já, sportáþurinn þá með ykkur hérna klukkan orðin 10 mínútur yfir 10 og við erum náttúrulega allir kannast við þetta stef. Það körfuboltinn að hefjast hérna á Suðurland FM og við verðum með körfuboltan alveg til rúmlega 11 því að þjálfarar í körfubolta, þeir eru alltaf vakandi eftir 10 og svo er líka þeim finnst svo gaman að bladra. Enda erum við líka að tala eina skemmtilegustu íþrótt landsins og línuna komin sem okkur sunnlendingum allan góð kunnur, Ágúst Björgvinsson sem var að þjálfa Hamar og núna að þjálfa Val. Komdu blessar og sæll hefði ekki? Já, sæll. Hvernig hefur það? Ég bara nokkuð góður. Já, búin að eiga gott sumar eða ekki? Jú, Já. bara mjög fínt. Og nú eru átökin að hefjast hjá þér? Já, það búið að vera nokkuð mikið að gera hjá okkur enda í september. Já. Spiluðum mikið að leikjum, við fórum út til Danmarkur og spiluðum þar á æfingamóti og þannig að það voru spilaðar ansi margir leikir hjá báðum liðum. Já. Þannig að það hefur verið nóg að snúast hjá þér? Já, það var svona gott. Alveg rúmlega það sko. Fórstu bæði þá með kallalið og kvennalið út eða? Já, fórum með bæði liðin út. Já. En hvernig ef ég byrja aðeins á kvennaliðinu, hvernig leggst þessi leiktíð í ykkur valstúlkur? Bara leggst mjög vel í okkur. Við erum með bara óbreytt lið. Við erum búin að bæta aðeins við lið. Við erum búin að höldum öllum okkar svona bestu leikmönnum. Og erum að fá leikmenn úr meiðslum. Guðberg er að koma úr Hásinarslið. Já. Það er að koma bara mjög vel undan því. Og síðan er Sara Tilja og ungur leikmaður að koma úr krossböndum. Þannig að við erum bara með hörku lið. Já. Og þið vinnið undirbúrstímabilið í fyrirtækja bikarnum? Já, við tókst að vinna Lengjubikarinn. Það var mjög ánægilegt. Hörkuleikur gegn Haugum 64-63. Já, það var hörkuleikur. Við stungum aðeins fyrir áleik og síðan náðu Haugarnir okkur í seinni áleik og gerðu þetta hörkuleik og þetta var bara æsispennandi fram á loka mínútu. En hvernig heldur að deildin verði núna í ár, úrvalsdeild kvenna? Já, nú eru 8 lið? Já, það er bara, ég býst við bara mjög skemmtileg tímabil. Karfan hefur verið, finnst mér alveg gríðarlegur framför undanfarin ár. Og kvennakarfan þá aðalega. Já. Þannig að karlakarfan hefur líka verið framför en kvennakarfan hefur varð dálítið mikið eftir en hefur verið mikið framför undanfarin ár og kvennadeildin var ekki langt síðan vorum með 6 liðadeild. Og núna erum við með 8 liðadeild og þegar við vorum með 6 liðadeild þá var þetta bara 8 lið sem voru að keppast þetta og lið 5 og 6 áttu ekki séns en í dag það er hörku baráttum að komast út að kenna og hefur verið undanfarin ár. Og það einhvern veginn geta allir unnið alla sem er bara mjög jákvæmt. Já. Það hefur ekki alveg verið þannig í hinum boltaíþróttum eins og fótbolta og handbolta. Það hefur verið einhver topplið þar með hvernig hann hafi það yfir hinn sportin að hvað deildin er miklu jafnari. Já. En nú eru, þetta er náttúrulega 8 lið og það er kannski von á því bara í framtíðinu þetta fari jafnvel upp í 10 liðið? Já, ég veit ekki alveg hvort það tímabært á það akkurat núna en auðvitað það náttúrulega væri það rosalega gaman að geta fjölgað í deildinni. En ég held að eins og staðan í dag eru ekki alveg tilbúin í það að vera með 10 liða úrvalsdeild kvenna. Nei. En það er alltaf að bætast við núna, nú var að liða að bætast við frá Suðurlandinu í fyrst til kvenna FSU og... Já, það sem hefur verið kannski svona vandamál með kvenna boltinn hjá okkur að fyrsta deildin hún er rauninni hún er að leysa dálítið margt af hún er ekki bara fyrst deild, hún er líka rauninni annara deild og hún er líka, hefur verið líka svona B-deild fyrir liðin sem vilja senda B-lið til keppni. Þetta er
þetta aðeins öðru heldur hendur svona strákum þess að við erum með fyrst og aðra deild og jafnvel utan deild líka en það er ekki öll liðin í fyrstu kvenna því miður sem eru vel að stefna því að geta farið upp til deild. Nei. En aðeins að úrvalsdeildinni, hvernig heldur þetta verið tvískipt deild eða þrískipt eða hvaða lið heldur að verði þarna svona að berjast Íslandsmeistaratitilinn í ár? Satt að segja sko, þekkir nú kvennabolta nokkuð vel og búin að vera lengi að pæla í þessu. Ég held að það nú sjaldan verið jafn svona opið, það var verið með hræringar deildinni, það var að hafa nokkur leikmenn að þið dottu út og síðan skiptum lið. Þannig ég held þetta er dálítið óljóst eins og staðan í dag. Já. Það eru dálítið mörg lið sem komum til greina. Ég tel okkur valsmenni vera með lið þar. Já. Og svo aðeins að úrvalsdeild karla, þar eru valsmenn. Já. Og hvernig er svona hópurinn hjá þér skipaður í því? Við erum með svona nánast óbreytt lið frá því fyrra, við mistum aðeins einn leikmann. Það er reyndar hörkuleikmann, við mistum Atla. Hann fór út í nám. Hann var að spila alveg gríðarlega vel í fyrra og mikil missa honum, en við erum að bæta við 3 leikmannum í staði. Við fáum Odd Ólafs frá Hamar og Birni frá Jörvík og sem kemur Guðni Valdinsson frá Danmörku. Já. Þannig við bætum þarna 3 öflugum leikmönnum inn, höldum öllum öðrum. Já. Þannig að við erum nokkuð brattir. Og er komin einhver sérstakt svona markmið fyrir leiktíðina? Markmiðin eru, það skiptir ekki máli hvaða lið þú ert með. Ég held að þú vilja alltaf reyna að ná því best út úr því sem þú ert með og allir leggja sitt að mörkum að gera þetta besta. En ef við tala kannski árangur þá er það sér alltaf fyrsta markmið hjá Nílu að festa sætið í deildinni. Já. Mér finnst nú skemmtilegt að skoða einmitt leikmannahópinn hjá þér í meistaraflokki karla. Elsti leikmaðurinn þinn, hann er fæddur árið 1985. Já, það er Selfyssingur. Já, Ragnar Gylfason. Þannig að þú ert með bara frekar ungt lið. Já, það er ekki mikið reynsla í liðinu hjá okkur svona úrvalsdeildarreynsla. Það eru svona, kannski heldur ekki mjög margir ungir. Þeir eru svona ungir, það við erum ekki með marga 16 eða 18 ára stráka. Nei. Þeir eru hérna reyndar, en þetta eru svona flest strákar svona aldrei 22-25. En svona að Dóminusdeild karla, hvernig heldur að baráttan verði þar svona Íslandsmeistari? Hvaða lið heldur að verði að berjast svona helst þar? Ég held að KR-ingar þeirra mannskaplega sé líta á það alveg gríðarlega sterkir og líta vel út. Með leikmenn með góða breidd, þeir eru með leikmenn í öllum stöðum, þeir eru með góða skotmenn eins og Brynjar, þeir eru með leikstofndagi eins og Pavel og Martin. Þeir eru með ríkala öflugt lið. Helgi Magg og fleiri góði menn. Þannig að ég held að KR-ingarnir líta mjög sterkir út. Síðan eru þarna Keflavíkingarnir líta mjög vel út. Þeir eru nokkuð öflugir og ég Snæfellur sterkir. Síðan náttúrulega hefur Njarðvíkurlið, þeir hafa verið að bæta að vissu hvert ár og síðan náttúrulega Íslandsmeistararnir Grindavík og síðan bikarmeistari Stjarnan, þannig að þetta eru orðin 6 lið sem ég held að geti öll svona gert tilkall til stóra. Og ég myndi, ef ég ætti að setja peninga á myndi, nú setja hann á KR. Já, þannig að þú tippar á KR-ingarna í ár? Já, en það er ekki dörrugt, en ég myndi segja svona mannskaplega séð eru þeir
með svona sterkasta hópinn en síðan að líka bara hvernig þessi leikmenn er saman, hvernig hlutverk og annað, hvernig þau verða á milli leikmenn. Já. Það er ekki alltaf nóg að vera með besta mannskapi. Nei. En það er náttúrulega bara fyrsti leikurinn þeirra, það verður núna bara strax gett Grindavík. Já. Þannig að við fáum alvöru fyrstu umferð. Já, það var líka náttúrulega, káringarnir fengu náttúrulega hrikalega útreið á móti Keflavík, tapað með 30 stigum, þannig að vísum við að við erum eftir að mæta vel dýra þarna á móti Grindavík. Já. En svo það, mætir ÍR Skallagrími og Stjarnan mætir Keflavík, Snæfell, Þór Þorlákshöfn, KFÍ Njarðvík og þið farið og heimsækja Hauka sem voru með ykkur þarna. Já. Þannig að 2 nýliðar sem mætast þarna. Hvað segirðu? Það eru 2 nýliðar þarna í dómaradeildinni sem mætast í fyrstu umferð. Já, það eru bræðrafélögin, Valur og Hauka sem mætast. Já. Og það verður hörkuleikur. Barast það hver er rauði búningurinn? Já, það er náttúrulega stóru bróður vill ekki láta litla bróður fara illa með sig, sko. Nei. Já. Nákvæmlega, Ágúst Björgvinsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ég ætla að sleppa þig núna og leyfa þér, þú ert væntanlega ekki að fara að sofa eins og aðrir körfuboltaþjálfarar sem sofna aldrei? Nei, maður bara slækar aðeins á fyrir svefnin. Þessi kannski eitthvað að lesa eða horfa á sjónvarpi. Já, einmitt. Og svo minnum við að sjálfsögðu á fyrstu umferð líka í úrvalsdeild kvenna. Það er náttúrulega þið fáið KR í heimsókn og það verður náttúrulega, erfiður leikur líka. Já, ég er ekki búinn að sjá KR-ingana, við erum ekki búinn að spila á móti, við erum búinn að spila á móti allan helmingur liðunum í deildinni, við erum ekki búinn að spila á móti KR, þannig að það verður fróðilegt að sjá hvernig KR-stefnun er, ég er ekki búinn að sjá það, Nákvæmlega, Ágúst. Ekki að gefa eftir þar. Ágúst Björgvinsson, þakka þér kærlega fyrir. Já, takk fyrir þess. Já, farið ekki langt, við ætlum að halda áfram náttúrulega í sportinu körfuboltan, við höfum eftir að heyra núna í Hallgrímur Brynjólfsssyni, þjálfari Hamars í Hveragerði og svo ætlum við líka að heyra í Braga Bjarnasyni, Bjarma Skarphéðinssyni og Teiti Örlygssyni, þannig að það er nóg í boði í körfunni í kvöld. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.